góðan daginn, frændur, bændur og eitthvað. Fólk í eyrum. Já, fólk í eyrum. Hvað segirðu hvað það sko menn? Bara fínt. Já, Ég segi fínt. þú segir fínt. Hvernig er vikaðin búin að vera? Hún er búin að vera afskaplega svona... Nei, ég reyndar... Herru, byrjum bara upp á nýtt. Alltaf ég seti aftur... Nei, bara núna. Já, hæ. Hæ. Hérna, já, ég var meira bara í gær, sko. Já. Ég, ákvað að taka smá göngutúr. Já. Og ég lendi bara í alls konar skrýtnum hlutum á leiðinni. Nú? Já, ég var að labba einhvers staðar upp svona götu. Allir sé ég svona manneskju. Já. Sem að minnir mig svolítið á Stephen Hawking. Já. Og hún er bara eitthvað alein í svona stól. Já. Að rúlla niður götuna. Og ég hafði svolítið áhyggjur af henni, sko. Akkur hún væri bara... Það var svona mjög gömul kona. Mjög gömul kona? Já, bara svona... Bara niður götu. Alein. Og þú sparkaðir í hana? Nei. Já, Óskar, ég þekki þig, sko. Já, ok. Þú hljóst upp að henni, sparkaðir henni og sagði bara KRIPPLINGUR! Já, hvað er þetta að gera? Eitthvað svo leiðis. Já. Síðan labbaði ég aðeins lengra. Já. Og ætlum fyrir að finna svona skemmtilega lykt. Já. Og fyrir aðeins nær. Já. Þá eru það bara helling af unglingum undir lögaldri bara... Nei, hvað er lögaldur? Er það 18 ára? Það er 18 ára, já. Ok, undir lögaldri. Já, það er undir 18, er undir lögaldri, já. Ok. Já, fullt að svoleiðis krökkum að bara reykja gras undir brú. Í undir brú? Já, undir brú. Já, sælir. Leiðinni í Egilshöllina, sko. Já, sæl. Ég sá þetta, það var 6-7 krakkar, sko. Já, og þú stóð bara, þetta eru bannað. Já. Þetta eru bannað hérna. Ég ímynda með hvernig þau hafa örgulega reaktað. Hérna Monsi, hundurinn minn, hann er með svona lampaskerm utanum hísinn á sér. Hann er eitthvað lasingrið. Og ég er að labba með þennan smáhund með lampan. Er í stuttbuxum, samt í vetrarúlpu og með reglíf. Hvernig, ég bara ímynda með hvernig þeir hafa svona reaktað. Er ég að sjá þetta í alvörinni? Þau hefðu lamið þig, sko. Ef þú hefðu komið að bögga þig, bara, hei, krakkar, ég hef ekki verið að gera þetta. Þetta er bara... Þá hefðu komið og bara, þetta er vespugengið, sko. Vespugengið í Breiðholtinu. Ég held að það hafi verið þannig, sko. Já. Það voru svona enga vespur, sko. Nei. En hins að voru hokkíkilur. Já, vá. Greina að vera að spila íshokkí einhvers staðar. Já, ok, magna. Eða bara labba með kilfur, ég veit ekki. En eins og þú sást Stephen Hawking, þá sá ég var leiðinni heim úr vinnunni og ég sá, þú manst þetta hérna myndinni Incredibles, hérna teiknumyndinni. Þú manst þetta gælunni sem sauma búningana. Já. Já, pingu lítil með svona alveg þvílíka klippingu hana. Já. Ég sá hana. Það? Já, nema hún var með skollita hár og asísk. Ok. Já, en satt alveg eins. Spurður þér hvort hún vildi gera þig búning? Nei, hún var í næsta bíl fyrir hliðina og ég var ekkert að fara Hei, þú! Þú að vinna fyrir Mr. Incredible? Ekki vil svo til að þú getur saumað á mig ofurhetjubúning. Ég vil svo til að ég er ofurhetja en mér vantar bara búningin. Nákvæmlega? Nei, það var ekki þannig. Ekkert svo leiðis. Svo er bara same old, vinna, tala minna og vinna meira. Já. Ég lentir þetta í svolítið funky í vinnunni, sko. Nú? Þetta er ótrúlegt. Já. Ég er samt beðin að ná í 100 metra af svona brúnum vír. Já. Alltaf læg með það. Hann er ekki til í rúllu. Nei. Svona bara tilbúin í rúllu, svona bara í plasti tilbúið. Þannig ég þarf að mæla þetta bara sjálfur. Allt í góðu með það. Þetta er bara skipum frá sölumanni. Svo kemur ég með þetta fram til konans. Og þá er hann bara, hvað er þetta? Ég vil ekki fá þetta, ég vil fá þetta í rúllu, sko. Og ég bara, akkur, þetta gengur ekki svona, sko. Og ég bara sagði að þetta var ekki til og síðan kemur sölumæðurinn og segir bara, já, þetta var ekki til, þannig að við gerum þetta svona, þetta gengur ekki, sko. Og hún bara, já, ok, viltu fá þetta í kefli? Nei, kefli verður, sko, ógeðslega fyrir í bílnum mínum. Og ég náði ekki að prósessa þetta almennilega því að það sem ég hélt alltaf áfram að hugsa var, virkar vírinn ekki alveg jafn vel, saman hvort það sé í rúllu, höng eða á kefli. Já, vá. Þannig þú varst alveg bara... Mér langaði rosalega mikið að spyrja hann að því. Bara, er þetta svona mikið vesen ef þetta er ekki bara í rúllu? Því þetta er sami vírinn, hvernig sem hann er settur saman. Já. Þetta er alltaf eins, sko.
og þá var hann bara heyrðu, ok, hérna ég vil bara 10 metra af þessu og maður bara svona alltaf út af því þetta var ekki í rúllu því að í rúllu kemur þetta alltaf tilbúið í 100 metrum Já. Og hann pantaði 100 metra en út af það var ekki tilbúið í rúllu það veldi hann bara 10 metra Já, þannig að hann þurfti bara 10 metra en hann ákvað að kaupa 100 metra svo hann þyrfti ekki að kaupa meira seinna meir Já. Af því að þessi rafvirkjar eiga til alltaf vírana hjá sér Já, þeir eru oft með bara hellinga af afgangi og svona en þá skil ég samt ekki bara þetta var bara út að þetta var ekki í rúllu sko. Já. Þess vegna var þetta svona mikið vesen Já, hann vildi bara hafa þetta af því að í rúllu er þetta ekki þá bara svona eitthvað svona Jú, þetta er svona lítið og flott Já, þetta er bara svona lítið og flott og þetta bara, þú getur staplað þessu upp og hvort annað En ég minna að þú getur líka tekið vírin bara tvistaðan og það er svo þægilegt nefnilega í rúllunni sko að toga endan og þá rúllast hún frá sko. Já. En ef þetta er tvistað og eitthvað þá er þetta bara eitthvað hung og crept bara flækja sko það gengur ekki það er ekkert verið að þurfa að leysa svona flækju sko. Nei, þú nennir því ekkert sko. Þetta er svo auðvelt að voru rafvirkin og kemur bara ég er rafvirki skellir rúlunum beint á gólfið með alla kaplana og svo bara tógar í 4 strengi og allar bara saman Þetta er örgulega Síðan að þú ert með eitthvað tvist á einum þeirra og það var bara skilur, allt í flækju Þetta er bara upp á þægindin Óskar Já. Upp á þægindin, þó að þú skilur það ekki þá skil ég hann ég skil hann svo vel Ég hugsa bara alltaf, ok, þú ert að gera svakalegt málur þessu, en svo þegar dagurinn er búinn þá ferðu heimtíðin og horfa á sjónvarpið Já, auðvitað átt hann ekki að vera rosalega pirri pú, sko Hann var ekkert brjálaður en bara, hann gerir svo mikið málur þessu Já, en hann ætlast til þess að þessi búð Jóhann Rönning eigi til rúllur Jói rönnaði bara í burtu skýru Já, Jói rönnaði bara í burtu Já, þetta er, ég skil hann Þú skilur hann? Já Herðu, já Annars er ég búin að kveikja á vindaflunum Já, núna erum við í mynd Núna getur fólk horta á buxuna sem þú ert ekki í núna Já, nákvæmlega Krisbergur er bara í nærbuxu núna Já. Og í peysu En, herðu, við erum með talhölf Erum við með talhólf? Wow. Ég minni fólk á að ringja okkur 792-2025 Ég veit að númerið hefur verið eitthvað óvirt þar að þegar vantaði innegn og ég fæ enga tilkynningar því að síminn er slökkt á símanum svo að þeir farið beint í talhólfið Þannig að núna er það bara up and running þannig endur að skilja þetta skilaboð í 792-2025 og víst að þú varst að mæla eitthvað þá mæli ég með að kíkja á islandpoland.is og tjekka á þeim þeir eru styrktaraðalið þáttarins Algjörlega og talhólf bara, þetta er bara til að taka þátt í þættinum eða vilja vera mem Já, þetta er náttúrulega þegar að hægt að ringja okkur segja eitthvað, bull eitthvað það má alveg bara segja prump eða eitthvað Reyndar, ég skil að fólk hefur ekki verið að ringja því að ef fólk sá TikTokina okkar alltaf að einhver ringdi þá var ég ógeðslegur í framan Já Það var bara eins og ég var að fara að gubba Já, þú varst alltaf að fara að gubba En næst þegar einhver ringir þá er ég skælbrósandi allan tíman Tilbúin? Ég er tilbúin Þú hefur náð samband við 2 lóðana og vinsamlegast skildu eftir skilaboð fyrir okkur Ég vann einu sinni Kristó í Monopoly Já, okay. Það er bara má vel vera ég veit samt hver þetta er og ég man held í eftir þessu atviki Já, hvernig var það? Hann vann mig í Monopoly Ég vil nú meina að hann hafi svindlað Já Það er náttúrulega engar sannanir þetta er náttúrulega, það eru 20 ár síðan eða eitthvað svo 17-20 ár síðan og hann svindlaði sko hann var eldri en ég og nýtti yfirbyrðamátt sinn til þess að svindla Var hann kannski að stjórna bankanum? Já, til dæmis hann stjórnaði bankanum hann keypti allar góðu göturnar
á undan mér. Hann kannski sagði, nei, þú mátt ekki gera þetta núna. Já, hann raðaði hættuspilunum upp þannig að hann myndi vinna. Ég er brjálaður eins og sérð. Já, þú bara... Þetta, ég vill bara rematch. Þú heimtar rematch 20 árum seinna? Já, 20 árum seinna. Þetta er bara, þetta skal vera tekið upp. Já. Þetta skal verið borðfast. Já, og það bara... Og ég þarf þriðja aðla sem banka, sem er óháður hvorum einstaklingi. Þannig að við þurfum að fá einhvern ókunnugan mann. Já, til að sjá þetta alls saman. Já. Til að fylgjast með. Svo þetta að vera fjórði maður en bara að fylgjast með öllu. Já, dómari. Og svona overhead kamera þannig að geti spólt tilbaka og svona... Já, nákvæmlega. Þannig að það er hægt að fara í VAR eða Video Assistant Referee til að athuga hvort hreyfingin hafi verið rétt. Já, einhverju að reyna að grípa pening úr bankanum og svona. Já, eða færa, kasta på 6 eða kasta 12 og ekki fara 13, skilurðu. Já. Skilurðu. Algjörlega, ég býð spenntur. Já, ég líka. Þetta bara svona er þetta stundum. Þetta er bara svona. Eins og þú varst alltaf að svindla á honum Fannar í frændaðinu. Já. Já, nákvæmlega. Ég er alltaf að svindla á honum. Já, alltaf. Alltaf að svindla á honum. Var ég búinn að segja þegar ég fekk hann til að borða drullu? Þú ert svo vondur. Vá. Ok, nei. Ok, komdu með það. Ég gerði það rosalega oft þegar hann var lítill. Já. Þá bara, ég var kannski að borða súkkulaði og hann bara, má ég fá? Ég bara, já. Svo bara súkkulaði maður. Já, ok. Svo bara er drulla einhvers staðar nálægt. Já. Og ég svona býttu bara aðeins hér. Ég kemur til smá og hann bara allag. Og ég fer og tek svona drullu og ég móta hana svona svolítið eins og súkkulaðistykki. Þannig svona semi-lúkkan eins og súkkulaði. Já. Svo kem ég bara með þetta til hans, ég bara, hérna Fannar, hér er súkkulaði. Hann bara, wow, takk. Svo styrnum þetta upp í sig og hann bara og svo bara svona það snýði hann sig við og bara og skirpur þetta úr sig bara, þetta er ógislætt ég veit. Vá, þú ert svo mikill alfa Óskar. Ég? Já, ég bara við frændarnir. Ég bara tekin César og bara sparkar í hann síðan frændi Fáðu meira og dýfir haustum og honi í drullar bara finnst þér þetta ekki gott? Já. Ég gerði þetta oft sko. Já, það ekki. Mér finnst það svo gaman. Ertu tilbúið? Ég pæli hvort það falla fyrir þessi í dag. Þú getur reynt það en núna er hann held ég á Varbergi núna. Sko, eftir öll bara ég held að hann þeirra að setja sálfræði tíma eftir að hafa kynnst þér. Já. Það er að hann er bara með PTSD bara alveg bara, Óskar, nei, Ég er líka að gera hann alkoholista. Já, þú bara bjóst til alkoholista. Já. Ég er skepna, ég er skrýmsli. Þú ert skrýmsli. Já, og með þeim orðum er ég tilbúin. Já. Útilega. Útihátíðir, ættarmót og ævintýri eru oftast þau tilefni sem farið er í útilegu og gista í tjaldi. Það reynast oft ýmsar hættur eins og hvar á að gera þarfir sínar ef engin kamar eða salerni er nálægt. Hvað á að gera ef það vantar tjaldhæla á tjaldið? Hvað á að gera í útilegu? Hvernig pakka ég þessu shiti niður og af hverju passar það ekki í pokan sem það kom upp úr? Þegar dýnan lekur og þú vaknar á jörðinni, hvar á ég að kúka? Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og leysum þessi vandamál. Við erum 2 loðnir. Nákvæmlega. Já. Kannast þú ekki við það að tjalda tjaldi? Það kemur í svona poka. Já. Það kemst ekkert aftur í pokan. Nei, það var lengi vel sem að þetta gerði sem mig. Já. Þá var til ég horfði á YouTube tutorial. Já. Þetta er process hvernig maður gengur frá þessu sko.
út að byrja að taka alltaf hæluna og allt samsetningar gumsið. Já. Hendur svo öllu í pókana sem að það kemur í. Já. Svo einhvern veginn brýtur tjaldið saman. Ákveðið form, whatever. Og svo setur pókana með hælunum því svona á endan. Já. Svo rúlar þessu eins þétt upp og það getur. Og þá virkar þetta bara. Sko, yfirleitt, öll þau skipti sem ég hef pakkað saman tjaldi, hef ég verið svolítið þunnur. Já. Já. Og það er ekki gaman að pakka tjaldið þegar maður er þunnur. Nei. Og maður langar bara að fara heim. Já. Sérlega rigning kannski smá. Já, allt blautt og ógeðslegt. Já. Fötin blautt, allt blautt. Svolítið. En tutorial, já, það er ekki að fyrsta sem ég myndi dett í hug að þegar ég á að pakka saman tjaldinu mínu. Nei. Það er örugglega bara að finna einhvern bónuspoka og bara tróða þessu í og halda á tjaldstöngunum og labba svo eitthvað burtu bara og henda þessu í bíl og gleyma þessu svo í 20 ár og svo er það orðið miklað. Já, en það er alltaf nú saga. Já, gerðist það? Örugglega. Ég hef örugglega pakkað saman tjaldi blautu og glemt því bara. Já, ég hef heitt að það mikli bara. Það er svolítið ógeðslegt. Já, en ég á einhvers þar tjald. Ég veit ekkert hvað það er. Ég hef með tjaldi í skottinu í bílum mínum. Já, alltaf þetta er reiðubúðin ef að skildi allt innum koma skyndi útilega. Já, bara ef eitthvað skildi koma upp á skýrur. Bara húsið hrynur. Já, nákvæmlega. Mjög algengt að það gerist á Íslandi. Ég hef ekki hugsað kannski þannig, ég hugsað kannski ef að bíllinn hefði bilað einhver staðar og þú ert með tjald í skottinu. Það er þetta mjög gott að vera með það bara í skottinu. Já, alltaf tjald, teppi, þermos, hitalampa, nesti, svona baunir, svona dósamatt. Já. Svona bakaðar baunir, bara nóa því bara allan 4-5 dósir eða þú skildi vera lengi úti. Hvað endist það lengi eða? Dósamandur. Já. Það endist alveg í mörg ár sko. Þó að það standi á dósinni eitthvað expires 2024 eða eitthvað þá, þetta er alveg loftþétt. Já. Það er ekkert utan að koma til áhrif að fara að koma inn í þetta sko. Hún gæti dútnað út aðeins en það er alltaf lag með þetta. Sko, það er merkilegt YouTube-channel sem að er mynd að safna eldgömlum dósum og opna þér. Já. Og þetta var eitthvað, það var einmitt bakaða baunir. Já. Og það var svona kjúklingur. Svona kjúklingabitar í svona niðursuðu dós. Já. Og þetta var allt frá svona 1890. Já, ok. 1910. Já. Og svo opnaði hann þetta bara og byrjaði bara að borða þetta og hann sagði að þetta væri svolítið skrýna lykt af þessu en þetta bræðist alltaf. Já, þú veist, pældi í því á 1910 dósamatur, hann er bara og svo er til hamborgar í dós. Új. Já. Það er ógeðslegt. Það er svolítið skrítið. Bara brauðið líka. Allt bara basic, bara hamborgari, bara settur hún í dós, lokað. Új. En kemur þetta ekki svona sleiplegt út og eitthvað? Jú. Þetta kemur bara, þetta er svolítið, hann samt virkaði, hann borðaði hamborgaran, sko. En frábært. Nóg dósamat. En þetta eru þau ráð sem við erum að færa ykkur ef þið skildið vera föst einhver staðar, einhver tíman aftur. Já, bara auðvitað hafa tjald, þermos, hafa hita svona element líka. Já. Rafmagnshorn eða eitthvað svoleiðis. Nú ætla ég bara að spyrja fyrir fólki sem veit ekki hvað það er. Þermos, hvað er það? Þermos, það er svona hita, það er til að halda heitu. Já, svona kaffi og eitthvað. Já, kakó eitthvað. Já, þannig að þú gætir, að þú ert með svona gashittara, þá getur þú hitað upp kannski kaffi og það er fylgir pottur eða eitthvað með. Já. Það er ekkert mál að finna vatn á Íslandi. Nei. Það bara greifur hólu einhvers staðar, það bara allir komið vatn. Og tekur vatnið og setur bara á, síður vatnið og svo ertu bara með pakka af einhverju shiti, setur shitið í pottin og komið kaffi. Wow. Já, og svo ertu með baunir, beint í pottin, heitar baunir. Wow. Já, máltíð fyrir 2, komið á einu bretti. Bara ótrúlegt. Kakó og baunir, hver kannast ekki við það? Blandaði saman? Nei, heyrðu. Kakó beinasúpu? Heyrðu. Núna ert þú að fara frá ótróðuna slóðir. Þetta er rosalegt. Eins og hvítlaugsósa og keks. Ha? Keks sem er súkkulaðinu. Já.
sjúkulega, þannig að fjólubláu pókarnir. Fjólubláu pókarnir? Keksi í fjólubláu pókanum. Svo gulur póki, blár póki. Mariland? Já. Já. Og dýfa hvítlauksósu ofan í. Já, hver gerir það? Ég hefði þetta einhver stóra TikTok eða eitthvað. Ég er ekki búin að prófa það. Já, þetta er ógeðslegt. Þetta er eitthvað kombo, sko. Sko, Óskar, þú ert búin að brenna því á því, manstu, að þið finnst þetta gott og þetta gott og þú setur það saman, þá gæti það orðið ekki gott. Jú. Já. Þetta er bara basic eðlisfræði. Já. En útilega, Óskar. Það þarf maður að redda sér. Já, það þarftu allar kaloríur til þess að lifa. Já. Allar. Það er svolítið. Ég myndi frekar að borða sósuna svona eintóma heldur en dýfa keksin úti. Já. Ég er einhvern veginn þar. En tjaldhælar, já, það er hlutur sem týnist alltaf. Já. Það er bara, maður týnir tjaldhæl og hvað gerir þú? En maður týnir honum? Já. Ég er með gott ráð. Já. Rúmfallagarinn er að selja bönnsett tjaldhælum. Já. Þannig þegar þú ferði útilegu næst, þá ferðu bara í rúmfallagarinn, þetta er frí ölsing, ekkert að þakka, ferð þangað og kaupir hæla. Já, og þú getur einnig... Þannig að þú ert að hæla þeim. Ég er að hæla að þeim. Já, og svo kaupirðu hérna hamar líka, svona tjaldhamar. Þetta er svona gúmihamar. Já. Og svo svona krókur hinum einn. Og svo bara geturðu verið að negla hæluna niður og þá bara öll mold og steinar og drulla að eigi ekki séns. Já, það sem ég með ráð, ef þú ert á tjaldsvæði með fullt af öðru fólki, þú ferð alveg allarleið hinum einn á tjaldsvæðið og pikkar úr mismundi tjöldum nokkra tjaldhæla. Já, þú ert í því? Já. Ég hef einmitt landið í svoleiði stúdum einu sinni. Já. Og þá er einmitt eigandi Ísland.is með mér og hann kemur bara út úr tjaldinu bara, hvað eru það að gera? Og þá verða þeir ekki trættir henda tjaldhælunum í burtu og hlaupi í burtu. Já. Já, það gerðist. Já. Magnað. Hann var ekki svona reiður, hann var meira svona fór út úr tjaldinu. Já. Og bara gett hneykslar að þeim bara, hvað eru þið að gera? Já. Og þeir bara svo rímaðir, hendur sér niður og fóru. Já, en það er bara, sko, þeir eru að gera þetta vitlaust, skilur þau. Þú átt að gera þetta, þannig, þú átt að fara niður, eins og svona reima skóna, setur fótinn hjá tjaldhælunum, ferði niður að reima skóna, reimar, tekur hælun með þér og stendur upp. Setur hann í vasan og svo ferðu ekki, þú ert ekki að vera að taka 2-3 tjaldhæla á sama tjaldi, sko. Nei, bara einn. Nei, bara einn. Já. Svo verða á næsta tjald. Losnuði reimandan aftur. Já. Þetta er svo lélegir skór. Ferði niður aftur, reimar skona, tekur tjaldhælinn, setur hann í vasan. Komið 2. Vá. En hvað er þetta kannski tjaldvagn með svona risastórum hælum? Já, þú tekur þá ekkert. Nei. Nei, þú verður að hugsa. Já. Skilur þú ert ekki að fara að taka af svona stórum tjaldvögnum og eitthvað svoleiðis, þú ert að taka af litlu kúlutjöldunum. En hvað kemur ykkur gæði bara út? Hvað er þetta að gera? Ég er bara að reyma. Já, bara að reyma. Nákvæmlega. En ef hann sér svona út frá öðsunum? Bara, er þetta tjaldvögnum mína? Bara, nei, ég fann þess að bara liggja mig jörðinni. Ja. Ég bara var að, það vantaði tjaldvögn. Hann bara, já, reyndar örugglega. Gefur honum einn. Já, það var hann góður bara. Já, var hann góður. Þá ertu good guy Óskar. Vá, þetta er magnað. Ég ætla að pröfa þetta næst. Já. Ég passa svo mikið upp á dótið mitt. Ég er alltaf með þetta með mér. Alltaf bara, allt hvort sem þú ferð. Já. Bara, ég veist, hvað ertu mér í vasanum? Sko? Ég er með tjaldhæla maður, ég er með tjaldhæla og veist aldrei hvað gerist. Ég er með tjaldhæla núna í vasanum. Já, nákvæmlega. Ég ætla að geta sína hann, sko. Nei. Það má ekki. En, sko, Óskar. Já. Hefur þú lent í því að þurfa að gera þarfir þínar út í náttúrunni? Já. Það minnst það ekki gaman. Nei. Ég var eins og í skógi. Þetta er svona, kemur ekki beint útilegu við. Jú, ég var í útilegu. Svo að vera að fara einhverja göngu og svona. Já. Svolítið löng ganga, sko. Já. Og vildi svo til að pabbi var með klósettpappír í vasanum. Já, heppilegt. Já. En þannig ég bara þurfti að labba svolítið langt frá göngustíðnum og fara lengst inn í skó. Já. Og svo bara þurfti ég að grafa hólu og kúka. Já. Það var ekki þægilegt, sko. Nei, það er ekki þægilegt.
Svo hefur maður alltaf svona fólk lappa eitthvað í kring bara og maður situr bara hérna á hækjum sér og er að kúka. Já, og svo kemur einhver bara að byrja þetta að kúka. Djöfull er þetta ógeðslegt. Já, en hins vegar er ég með ráð fyrir því. Já. Náttúrulega, ég hef lent í ýmsu með kúk hjá kirkju, en það er önnur saga. Þetta er í útilegu. Þetta var skyndikúkur sko þarna sem kom. Já. En í útilegu, þá ferði náttúrulega afsíðis. Já. Já, þú veit að þegar það er ekki kamar þá. Já, þegar það er ekki kamar, skilur. Og þú veist, þú ert kannski að kista í náttúrunni. Já. Og það er yfirleitt þegar er ekki kamar eða klósett, þá er enginn að tjalda nálægt þér, skilur. Nei, þá ertu bara einn í náttúrunni. Já. Og grefur hólu bara og lætur vaða. Og svo var mér kennt á mínum æsku árum. Ég fór einu svona í sumarbústað með foreldrum mínum sem var ekki með klósett. Það var svona pinkur lítill kofi út í raskati. Ekki klósett? Ekki rennandi vatn, ekki klósett og neitt svoleiðis. Það er svakalegt. Ég veit ekki af hverju við ákomum að fara í útilegu þangað. Ég bara skil ekki, en við fórum þangað. Og þá þurfti maður að gera þarfir sínar annar staðar. Já. Og þá kom mamma mín og sagði, Kristbjörgur, þú grefir bara hólu og kúkar í hóluna og svo setur þú stein ofan á. Ok. Og eitthvað, það átti ég að gera. Svo tók ég með mig póka til að setja pappirinn, skilurðu. Já. Hann brotnar ekkert niður, sko. Þú fegst klósettpappír? Ég fekk klósettpappír, já. En ef þú ert ekki með klósettpappír þá getur þú gert þess að hundarnir, rendir á grasinu eða nota laufblöð eða farið bara í einhvern læk og skóla þig, skilurðu. Já. Það er rosalega næs. Ég ætlaði að spyrja hvað maður ætti að gera ef maður væri ekki með klósettpappír, sko. Já, þetta eru þau helstu ráð sérfræðinga sem stunda útilegur mikið. Ég ætlaði að maður skeinir sem er grasi, hvað gerir maður ef að grasi festist bara í stjörnunni? Þá bara, þú náttúrulega ferðið og þværið þér sko tímabili einhvern tíman. Já, en hvað eru 2-3 dagar þannig til? Þá ertu bara með gras í rassinum. Það er ekki gott. Heldur að þú sért eitthvað hugsandi það allan tíma, bara shit, ég með gras í rassinum maður. Hvað halda allir mig maður? Það er bara að halda sér í skrítin maður og kíkja þegar ég horfa á stjörnunum mína maður. Ég er bara með grasan að vara blúpp, ég er bara með brúsk. Það mætti halda að þetta var að slá þarna inni. Nei, Óskar, það er enginn, það er öllum drullu sama grasið í rassinum að þér. Hefur þú samt ekki skorið þig á grasi? Jú. Já, það er ekki gott. Það er ekki gott, en þú ert ekki að vera að taka þessi stálstrá, skilurðu. Nei. Þú velur þér eitthvað mjúkt, Óskar. Þess vegna mosa. Mosa? Já. Já. Svo fara, nei, ég get ekki sagt það. Og já, þú bara velur þér bara góðan, eitthvað mjúkt. Þú ert ekki að velja steina eða stálstrá eða stálrör eða tjaldtæla, skilurðu? En hvað með ef þú ert með mörg grös eða mosa? Já. Og mosa er náttúrulega drullur. Það er bara að skapa meira vandamál. Þú bara snýr hverjum er ekki drull? Þú ætlar að sleppa því að skeina þér. Nei, ég vil það ekki. Nei, veistu hvað gerist þá? Það er okkur, nei. Þá klæjar þig fucking raskatið. Það er gott. Það er ekki gott. Þá er þetta eins og með njálgýra sinum. Já, frábært. Já. Þú vilt frekar reyna að þrífa þig einhvern hátt. Já, vera bara með... Ég myndi frekar vilja vera með súkkulaði. Súkkulaði handa Fannari. Já, ég ætla að búa því súkkulaði. Ég er Fannari, séu súkkulaði hérna. Ég bjóð til fyrir þig. Já. Nóum þetta. Já, þetta er orðið mikið. Óskar. Já. Ég lendi því. Ég var í svona útihátíð. Þetta var fiskidagar. Já, og við förum hana og veljum, var að fara með tengdaforeldrum mínum og allt góði með það og ég og Gunnur með sér tjald og þau með tjaldvagn og við tjöldum hérna saman og finnum bara hendugan stað. Bara, já, við erum bara hérna erum við skjóli og það er bara fjölskyldu fólk hliðin á okkur. Ok, nice. Við plantum okkur þar og svo líður á kvöldið og þá fer fleiri, koma svona úlingahópur og tjaldar rétt hjá okkur, bara hliðin á okkur
og sem með bara öllu bara helst, bara svo mikið læti bara ógeðslega mikið læti bara öskrandi, syngjandi og drekkandi og kannski ekki með gítar líka? Nei, reyndar ekki, voru bara með svona boombox af því líka techno tónlist og eitthvað þannig, bara voða fjör hjá þeim, allt í lagi. Ég þarna reyna að fara að sofa. Ég að reyna að fara að sofa og Kristbjörgur ekki ánægður ef hann næri ekki að fara að sofa. Nei. Þannig að ég hugsa með mér, hvað gerir maður í þessari stöðu? Hvað myndir þú gera, Óskar? Ef ég var að reyna að sofa? Já. Það vil svo skemmtilega til, ég með leiðilega lausnir á öllu. Já. Ég segi að ég vil þetta með eyrnatappa. Já. Og þegar eyrnatapparnir eru komnir í eyrnarhólurnar, þá heyri ég ekki neitt. Þú heyrir ekki neitt? Eða lítið sem ekkert. Lítið sem ekkert. Já. Og þá er það problem solved, sko. Já. Síðan náttúrulega ef þú ert ekki með eyrnatappa þá getur þú farið til þeirra og spurt hvort eitthvað að þeim sé með eyrnatappa og party fyrirgeðu, ekki vill svo til að þið eru með eyrnatappa party, neip ég held ekki ég myndi halda að þetta lið væri ekki með eyrnatappa. En ég hef alveg verið sér partygæði, sko. Og með eyrnatappa. Já. Og einhver myndi koma upp að þér bara hefur einhver komið upp að þér og spurt hvort þú sért með eyrnatappa. Nei, reyndar ekki, en hann örugglega fyrir vonbrigði því að þeir eru skítur. Já. Þetta eru margnóta eyrnatappar. Já, nákvæmlega. Ok, þetta er ákveðin lausn. Þetta er ákveðin lausn, síðan önnur lausn er að þú getur tekið boomboxið að þeim. Já, allar að fara eitthvað svona njósna aðgerðir. Já. Svona bara James Bond, bara ég þarf að disabla þetta boombox. Já. Og bara finnur síman sem með bluetoothið og slekkur á því. Já. Þá er tónlisti farið. Já. Sko, og þessi krakkar, þeir voru að nota líka svona, voru að gasa sig. Já. Taka hérna svona sprautuhylki úr rjómasprautu. Og sjúga loftið og fara í vímu. Það er frábært, það er mjög sniðut. Já, þetta er alveg þekkt dæmi. Já. Mæli ekki með. Nei. Ég hef ekki prófað þetta. Hljómar hættulegt. En að því að reyndar finna við þetta að þegar þeir eru búin að taka allt þetta loft þá verður röddin þeirra dýpri. Dýpri? Já. Og þannig að maður heyrði alltaf í tjaldinu eitthvað og þetta var alveg smá fyndið en ok, lausn Kristbergs, hvað gerði Kristbergur í þessum aðstæðum? Hann gæti ekki farið að sofa, hann var pirraður hann fór labbaði til þeirra sagði, hei krakkar fyrirgefiði en mér langar, ég veit að þeir hafa gaman og mér langar ekki að skemma fjörið en það er strákur hérna í tjaldvagninum nei, ekki tjaldvagninum heldur tjaldvagninum sem er með sérþarfir. Já. Sagðir þetta bara? Já. Ok. Ég sagði það, hann er með sérþarfir og hann þarf að fara að sofa. Þannig að það væri óskandi ef þið getið bara fara að slúta þessu. Já. Og svo fyrir við aftur í brúm að fara að sofa og svo heyrum við alltaf annað slagi það er fatlaður strákur hinum það er þroska eftir strákur hinum með mikið af hátt á kemur kallinn aftur. Shit. Og þetta leysti vandan hjá mér. Já. Það er gott. Þetta, ég mæli ekki með þessu það er ljótt að gera þetta. Já. En mér fannst þetta að vera bara besta hugmyndin til að gera í þessari stöðu. Já, og eins og við vitum þá er orðatiltakið nauðsyn brýtur lög. Þannig þetta var nauðsynlegt. Já. Í þessu samhengi. Nokkurn veginn, já. Nokkurn veginn. En, Óskar. Já. Þú hefur tjaldað í svona útihátíð. Já, ég hef gert það. Hvaða útihátíð hefur verið á? Það var besta útihátíðin. Það var mjög skemmtilegt. Þá við vorum nokkri saman og vorum búin að búa til svona hring úr bílunum. Það voru 4-5 bílar svona bara í svona hring og restina af hringnum voru tjöldin okkar. Svo vorum við varðeld í miðjunni og svo svona stólar.
og þetta var fyrsta skiptið sem ég smakkaði tequila. Já. Og það var bara mjög skemmtilegt, sko. Já. Það verður allt öðruvísi á tequila. Ég er alveg sammála. Það er bara líka minn einhvern veginn bregst öðruvísi við. Já, það veit svo til að það er sagt stundum tequila, ertu búin að faðma klósið þitt í dag? Já, það. Auglýsingin, sko. Og ég er enda að gera það ekki. En ég eiginlega bara gat ekki hægt að hlæja. Og ég datt út um allt. Og þetta var ekkert eitthvað svona aumingja vesen, sko, með taka sítrún og saltið, sko. Það var bara drukkið úr flöskunni, sko. Já. Og það var gaman, sko. En ekkert vesen, bara gaman. Já. Og svo ég fara að þjóða til náttúrulega. Var ég búin að segja mína einu blackout-sögu? Já, ég veit ekki. Jú, nei, ég held ekki. Ég get svo sagt hana bara aftur. Ég sem að fer með félögum mínum og sænsku félögum mínum niður í Dalinn og allt í góðu. Já. Ég er bara að skemmta mér konunglega. Já. Svo bara verður allt svart. Já. Og bara eiginlega bara, ég er bara niður í Dal og svo er ég bara farin. Og ranka við mér, þá er ég bara búin að klæða mig í peysu af sænska félögum mínum og er að spúna litla bróður hans. Og já, ég er bara í peysu, ég er nakin að neðan og ég bara knúsi hann þétt að mér. Já. Og þetta var fyrsta sinn sem ég kynntist bróður hans. Já. Og hann var ekkit var við þetta eða hvað? Ég var að tala um þetta við hann var það bara að fyndið, sko. Já, ok. En ég fekk update á þessu blackouti mínu þegar ég fór til Svíþjóðar síðast. Þá sem að átti að vera að löggan var að leita mér. Ha? Löggan var bara að leita að nöktu manni í götum Vestmannaeyjarbæjar. Nei. Ég greinlega var bara eitthvað hlaupandi úti nakin og ég veit ekkert hvað gerðist. Nei. Og ég er bara búin að púsla þetta svo mikið í hausnum. Ok, þarna voru við reyndar í húsi. Já. En ég og félagið minn vorum í herbyggi. Sænsku strákunni voru í öðru herbyggi. Svo var einhverjir túristar og annað fólk í öðru herbyggi. Og ég hugsaði alltaf, af hverju fór ég ekki bara inn í mitt herbyggi? Af hverju fór ég til Svíjana og klæði mig í peysu á öðrum þeirra og spúnaði hinn allan óttuna? Af hverju gerður það? Ég veit það ekki. Þú veist það ekki? Svo einhvern veginn fer ég mitt fram með morguninn og einhver gæi er að fá sér kaffi og bara, fyrirgeðu, sorry hvernig það var í nótt, ég var eitthvað sparkið þig, ég vissi ekki að þetta er að vera hérna og þú veist eitthvað nakin á gólfinu og ég bara, hvað meinar þau? Og svo bara, einmitt kemur þessi túrist út bara, so they found you, og ég bara, hvað meinar þau? Og ég vissi ekki að lögreglan var eitthvað involved í að leita mér bara. Nei. En þetta var fyrst og eina skipti sem ég hef verið í blackouti, sko. Já, það gæti vel verið einhver að hafa byrlaðir. Fegstu sopa hjá einhverjum ókunnugum eða eitthvað svoleiðis? Ekki svo í muni, sko. Nei. Það getur gerst, sko. Þjóðhátíð, Óskar. Þetta er ein ógeðslegasta hátíð sem ég veit um. Já, en ég elska hana. Ég elska hana ekki, mér finnst hún bara 100% ógeðsleg. Okay. Það sem ég hef bara séð og upplifað er bara ógeðslegt, sko. Já. Til dæmis, það er mikil þjófnaður á þjóðhátíð. Já, aldrei taka neitt merkilegt með þér. Nei, það er bara 100% af því að annarkur tínur í því eða taktu bara með því, bara síma sem er eldgamall og bara verður skýt saman mann, skilur. Bara liggur við þannig. Sko, þetta er ekki, ég gerði þetta ekki. Vinur minn gerði þetta. Þetta var, við ákveðum að tjalda saman, ekki á tjaldsvæði, ekki inn í dal, heldur lengst í burtu. Á svæði sem er bara ekki skilgrind sem tjaldsvæði. Já. Og svo allir búin að tjalda tjöldunum sínum og svo allir að stjama og djúsa og fyndið og svo er einum vinur mínum hringt á tjaldið sitt og tjaldið hans brotnar. Ok. Og við erum bara, nei, shit, nei. Og svo bara fyrir við inn í dal og bara skemmtum okkur, honum var drulluð sama, allt í lagi, hann var bara að redda sér gistingu. Já. Og svo þegar við komum aftur að ná í meira víni eða eitthvað, þá er bara komið bara nýtt tjald. Ha? Já. Ok. Bara sprungu nýtt alveg eins tjald. Ha? Já. Þá hefur þriðji aðili, vinur vinahópsins, ákveð að fara inn í dal, stál tjaldi og labbaði með það alla leiðina á okkar svæði. Ok. Í tjaldinu var dót sem enginn af okkur átti.
Já, það er ekki gott. Þetta er auðvitað alls ekki gott. Nei. Við erum ekki að fara að skila tjaldinu. Nei. Við notum bara tjaldið sem tjald. Já. Þetta er bara bannað, skilur. Þetta er bannað, má ekki. Má ekki, en var ótrúlega fyndið á þeim tíma. En samt, nei, ekki fyndið. Já, ekki fyndið. Ekki fyndið. Ekki gera þetta. Nei. Bannað. Sér það? Já. en það sem sagt, á þessari þjóðtíð, þá þurfti ég að kúka og fer niður í dal, þar er klósett undir sviðinu, ég fer að kúka á klósettinu og það er eitt af ógeðslega klósett sem ég farið á. Já, þetta er hræðilegt sko. Þar var kúkur á veggnum og ég skil bara aldrei hvernig kúkurinn komst upp á vegg. Svo á laugardagsnóttina þá erum við allir að fara að sofa og það er bara helli rigning. Það bara rindi og rók og ógeðslegt og tjöldin voru að fara og við vorum eitthvað 6 strákar saman og það var eitt tjald sem bara náði að haldast uppi. Já. Við vorum 6 strákar í 3 manna tjaldi. Já. Og allir bara upp að hvora öðrum til að sofa. Ok. Og það hinn tjöldin voru farin? Hinn tjöldin voru bara blöyt og ógeðsleg. Það bara ringdi það mikið að ég held að ég hafi tjaldað í einhverjum polli. Já. Það því að það var bara komið bara pollur í tjaldið og svo náttúrulega eins og margir aðrir gera þá er bara tjöldin skilin eftir og bara farið heim. Já. Einmitt. Og ég veit að það eru sumir í Eyjum sem eru bara vinna í það að taka saman tjöld sem eru eftir og gefa það í Rauða-krossinn eða eitthvað svoleiðis. Já, það er vel gert. Það er mjög snögt. En þetta er bara ein ógeðslegasta hátíð sem ég veit um. Já. Bara, og eitt að leiðilegsta og sem ég er ekki stoltur af, en mér finnst það ógeðslega fyndið. Já, staðst þarna tjaldinu, eða himninum? Já. Ég man ekki hvort ég var búin að segja það, en sem sagt, það var sett vont veður. Þetta var einmitt á laugardeginum. Já. Og ég er eitthvað hana niður í dal og finn hérna svona himinn af tjaldi. Já. Ég bara, wow, skikja. Já. Hugsaði ég. Að sjálfsögði. Þannig að ég tek himinin af tjaldinu, bindan svona utan hálsin á mér og er komið með 3 metra langa skikju. Það er bara ógeðslega flott. Og ég labbaði bara dalinn og taldi mig vera þjóða þeirri hetjanu og bjóð til eitthvað rosalega sögu að ég bjargaði dalnum frá gosinu í Eyjum og eitthvað svoleiðis og meikar fullkomin sens. Og síðan bara eftir svona dágóðan klukkutíma fólk búið að stíga á skikkjuna, toga í hana, hella bjóri yfir hana og náttúrulega yfir heiminin. Mjög næs. Og svo er ég að labba, svo kemur gæi bara upp að mér, bara með svefnpokann svona yfir sig, bara deyja ár kulda greinlega og segir við mig, fyrir ekki, ég held á sérni heiminin að tjaldinu mínu. Og ég er bara, já, þú þar hann að heiminn? Ég held að það væri bara eitthvað fáður í fyrra. Bara, heyrði, já, bara, má ég fá hann? Já, gjör svo endilega, ég tók hann bara og var að leika mig með hann. Já, ekkert mál. Og hann tekur heiminin af tjaldinu. Sko, ég fann hann bara á jörðinni. Og ég sá ekki neitt tjald í kringum mig sem vantaði heiminn á. Skilurðu. Ég var ekkert að hei, vantar einhverjum heiminn? Já. Hei, allir farnir að sofa og eitthvað. Já, það var svona seint. Já, það var svolítið seint. Þannig ég labbaði með honum og við förum ég labbaði með honum að tjaldinu hans og svo er hann að drösla sem himni á tjaldið. Já. Og ég bara horfði á hann vera að gera þetta. Ég vitandi það er búið að stíga á hann, traðka á þessu og ég bara gangiði vel. Já. Og ég labbaði burt. Ég sá bara, þetta var bara ekki hægt, skilur. Hann var bara ónýtur. Ónýtur heiminn. Já. Það er ekki gott. Ekki fallegt á Kristbergi, en þetta var ógeðslega gaman. Þú ætlaði bara að leika þér? Ég var bara að leika mér. Já. Hvað ætti þú að vita? Rosalega en þetta er bara svona. Já. Útilegur. Ert þú mikið að fara í útilegur? Gegnum tíðina, þá er ég orðið meiri hótelstrákur, sko. Já, það. Já. Við fórum hringinn í fyrra. Já.
og við ætlum að skiptast á að fara á hótel, eða gisti pláss eitthvað, það svoleiðis og tjalda alltaf á einu milli. Já. Síðan ákveðum við að tjalda í Húsavík og það var hlæ og síðan byrjaði að rigna, Helga með mígræni, það er allt eitthvað ógeðslega kalt og blautt. Við vorum búin að fá einhverja dínur lánaðar hjá með pappa sem eru svona, þeir eru eiginlega bara jógadínur. Já. Þær voru ekki að virka rosalega vel á á þessa jörð sem var þarna. Já. Þannig okkur leið bara ógeðslega illa, þannig ég hringdi í eitthvað gistiheimili í Húsavík og fekk að gista í Húsavík. Já, og þannig þá hófst það ferli að gista bara hótelum. Bara hótelum, allan tíman. Já, það er stundum þannig. Ég, sko, mjög gaman að fara í útilegu. Já, bara allt í góðum það. Og hins vegar finnst mér ógeðslega pirrandi að vakna kófsveittur í sjóðandi heitu tjaldi. Það er hræðilegt. Og yfirleitt í þeim aðstæðum að vera þunnur. Já. Það er hræðilegt. Þá líka yfirleitt nóttina þá kannski er rigning frekar kalt maður er bara einhvern veginn ég bara klæðir sig í öll föt sem maður á og svo bara vaknar maður bara er eitthvað með vatn og svo maður verður alveg bara scorched maður bara rífur bara hurðina eða tjald og bara geta að anda aftur klæðir sig úr öllum fötunum og svo bara en liggum maður bara úti. Já, ég myndi gerði það með ykkur á Vestfjörðum einu sinni. Já. Þá myndi vöknuðum við í brjáluðum hita og ég bara settist út með stól og var bara í honum að reyna að jafna mig, sko. Já. Fór að gráta. Maður fór að gráta. Já. En Óskar minn, útilega. Já. Ert þú, sko, hvað vorum við með? Við vorum með, sko, þú ert búin að fara á þjóðatíð. Já. Besta útihátíðin. Hvar var hún? Hún var á Hellu. Hún var á Hellu? Já. Og ég var komin þarna til að sjá Kvarasi. Já, alveg rétt. Þeir voru að koma með comeback eða eitthvað svo leiðis. Já. Og ég veit ekki hvað gerist, en einhvern veginn, ég var rosalega viðkvæmur á mínum unglingsárum. Það mátti ekkert fara úrskeiðis. Eitthvað fer úrskeiðis. Þannig ég bara ákveða að fara í fílu og fara ekkert að sjá Kvarasi. Já. Þannig ég bara ákveða að leggjast upp í tjaldvagnin. Já. Og var það bara í fílu. Já. Bara fílupúki. Já, en það gerir smart. Það var gæi sem að einmitt tjaldið hans var bara, hann ætti ekki að sitja alveg upp, þannig að var bara með svona bara fabric á jörðinni og skreið svo bara inn í það og var bara með tjaldið svona bara liggjandi á sér. Já. Síðan einhvern veginn hann er búin að skemmta sig konunglega þann tíman, svo deyr hann áfengistöða inn í tjaldinu en er svona halvur úti svo bara geði mikið sól úti. Já. Og eigandi Íslandpóland.is, ég held ég megi segja þetta alveg, hann tekur svona kól af einhverju grilli sem að er löngu búið að deyja í. Já. Og hann teiknar svona tippi á hann á magan á honum, eða bara svona risa stórt. Já. Svo var hann bara liggjandi döður í sólinni, svo vaknar hann bara ég þarf að vera í sturtu eitthvað, fer að baða sig, kemur aftur og þá er hann bara með svona tan tippi á maganum á sér. Já. Magna. Og hann var með það bara í marga mánuði. Já. Magnað dæmi. Ótrúlega. En Óskar minn. Já, erum við búið í Íslandpóland.is? Já, við erum í boði Íslandpóland.is. Eru það með tjöld eða? Nei, þeir eru ekki með tjöld. Ég ætla hann ekki að tekja þetta í. Nei. En ég held að það sé komin tími á okkur. Já. Það getur bara vel verið. Já. Nei, heyrðu. Vel gerð. Svona. Nákvæmlega. Bara takk eðsla fyrir okkur. Takk fyrir að hlusta. Ég vona að við höfum leyst eitthvað af þessum vandamálum. Ég held að það hefur leyst mjög mörg vandamál. Ég held að við höfum bara frætt marga hvernig á að lifa af í náttúrunni. Já. Í bara út í leigunni. Nákvæmlega. Og svoleiðis. En ég minni fólk á að við erum í boði Íslandpóland.is. Jöp. Ég minni líka einnig á Facebook, Instagram, TikTok,
Við þurfum að fara að bomba einhverju þar inn. Já. Það búið að safnast fullt af efni sem ég þarf að setja út í umheiminn. Þannig að ég minni bara á okkur. Já. 792-2025 eða þú vilt skilja eftir skilaboð og við munum spila og hlusta á það í þættinum. Já. Þannig að hefur þú eitthvað meira að segja? Nei, ég bara hef ekkert meira að segja. Bara takk fyrir að hlusta og þið eru falleg. Takk. Takk fyrir mig.